got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'ma steal her. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Ég leggst það í píldis, það alveg klukkutími í tíman en mér langar að reyna að ná smá tröppum fyrir og það fullbókaður pluss biðlisti í tíman þannig að ég má ekki mæta seint og missa bekk. Just give her, you got no hold, not no sliver. All day I keep drinking whiskey straight until I got no liver. Cold like bird. Komið klás átfittar, mættabólir, pensalbörsir og glæðir. Trýtaði mig á Skýrbús og ég sé alveg eftir að hafa fengið mig lítinn af því að þetta ógeðslega gott og ég ógeðslega svöng. Ég var bara að fá garnakur í tímanum. Klukkan 12:30 og ég bara búin að fá mér kaffi í dag. En kaffin reyndar sem ég búin að vera að fá mér núna senstu svona viku, 1,5 viku. Það með rjóma í, þannig að það alveg meira fyllandi heldur en venjulegt kaffi. Og ég leyfi mér líka, að fá mér þannig svona gott kaffi, svona óhollt kaffi af því að ég ekki að borða eitthvað, ég get ekki borðað á morgnana þannig þá finnst mér fínt að fá mér svona fyllandi kaffi sem alveg kaloríuríkari heldur en kannski önnur kaffi. En já, mánudagur í dag og mér fannst það ógeðslega gaman að vlogga bara svona einn dag eins og ég gerði seinast og þannig ég að pæla að gera aftur í dag, vlogga bara svona einn dag, sjá hvort ég nái því. Oliver sem sagt heima í dag, það starfsdagur þannig ég og hann verðum saman, Brynjar að fara að vinna klukkan 2:30. Mér langar svolítið að komast í búð áður en ég ein með hann. Ég nenni ekki að taka viku innkaupin með hann. Það ég átti mig ekki alveg á því hvað ég að fara að kaupa mikið. Ég vaknaði í ógeðslega svona jákvæðu og góðu skapi. Mætti alveg frekar mikið snemma í tíman. Þannig ég var bara eitthvað sitjandi og síðan byrjuðu allar stelpunar að labba svona inn og ég horfði á stelpunar svona tínast inn og eins sem ég var að hugsa bara vá hvað sæt, vá hvað fín, vá hvað þú ert mikið gælla og allt í einu var bara herbergið fyllt af bara gællum og ég var bara svona vá hvað eitthvað næs orka hérna og þeir bara allar gæsætar og ég var bara svona, mér leið ógeðslega bara svona jákvæðri og bara búin að vera í ykkur svona góðu skapi í dag. Það líka ógeðslega fallegt úti bara helgina, urðu bara öll laufin bara gul og appelsínugul þannig ég að elska það og mér langar að gera eitthvað haustlegt í dag þannig að, já, let's do this Monday vlog og byrjum á því að fara í búðina. Sjá myndalina. Hvað ætlum við að fara að gera? Ég að gera mér eitt takeaway kaffi. Ég ætla að fara með Oliver smá mission. Ég búin að seifa ógeðslega mikið á TikTok á svona haustföndri, þannig við ætlum að fara að tína laufblöð, fara í smá göngutúr, svo ætlum við að fara í Tiger, kaupa smá föndurdót þar. Við ætlum bara aðeins að fara að hausta okkur í gang. Ekki fyrir þessu skó. Þessu skó. Ekki kroksarana. Hvítan. Já, sættu hvítu skóna. Með bláan. Nei, við erum að fara í göngutúr. Ég er svona að reyna að hugsa hvað ógeðslega haustlegt að labba og mikið af laufblöðum. I don't know. Það eru kindur lausar þarna. What is going on? Það að koma yfir götuna. Samt rólegar. Þá erum við komin í Guðmundalund. Sjá hvað flott tré hérna. Við ætlum að labba hér, Oliver. Kaffi, póki til að tína laufblöð í. Labba hér. Já. Það datt bara Guðmundalundur í hug af því að það er róló hérna, Oliver að kreyfa róló og það mikill gróður þannig ég sé strax bara ógeðslega mikið af gulum trjám sem að við þurfum fyrir litla art projectið okkar á eftir og það bara ógeðslega friðsælt hérna, vá og hérna það nálægt Smáralindina því næsta stopp er Smáralind og við erum á svolítið pirrandi tíma sko viltu setja köngulóni í? Strax byrjar að safna. Setja hún í pokan. Já, við erum á smá pirrandi tíma því nú er klukkan að vera 3. Sem þýðir að við erum örugglega hér til svona 4. Sem þýðir að við erum að fara á hálfan tíma tilbaka.
Svona. Það er svona minigolfvellur hérna sem við getum mætt með þínar eigin kylfur og farið í minigolf og það var svona 8 par að mæta og byrja að spila minigolf og ég veit ekki hvernig minnst þetta svo krúllegt. Pældi hvað kjút, þau eru bara eitthvað allir lífeyri, neikvæð sem var eftirlaunum heima. Svo bara heyrðu elsku maginn, ég var að skella okkur í Guðmundalund og fara í minigolf. Já, svo er bara mætt. Annars gengur bara æðislega að safna laufblöðum. Það er ekkert eðlilega friðsælt og sem ég elska líka við Guðmundalund, það er alveg frekar mikið skjóli hérna, þannig að það er bara næstu of heitt að vera í úlpu, sko. Já, sé þetta. Svo fasta. Fannst þú líka? Já. Já, setja í pokan. Já. Það er svona gulljóði. Já. Já, setja hann í pokan. Mamma líka. Á, ég finna gull líka. Já. Þarna, sjáu þessi. Þessi eru flott. Nú erum við að fara í Tiger. Hér. Hvað ertu með? Skeleton. Skeleton. Ég er ángríns komin í jólastuð, sko. Þið spenntu fyrir jólanum? Já. Alveg svo mamma. Já. Ég fann það sem ég var að leita. Þetta er leir sem að þóknar sjálfur eins og svona keramík. Þess að þú getur búið til hluti úr þessu. Ólaugur, hvað fegst þú? Hvað ert þú með? Fasta. Limmiða? Sko, við vantar límstifti fyrir föndrið en halló, 619 krónur. Þetta á að kosta svona 200 krónur, max. Og mér líður endur þess að þetta verður örugglega betra. Og sko, öll þessi túpa kostar sko sama og þetta litla lím. Við vorum örugglega í svona 40 mínútur í Smáralindinni og ég er bara búin með orkuna mína að fara með bad í Vestlunarmiðstöð. Það er bara eitthvað topp 10 mest orkusugandi sem að þú gerir. Ég veit ekki hvað það er, hann var ekki eins og óþekkur. Ég stoppaði á 3 leiksvæðum og leiði hann svona leika sér aðeins. Þú veist ekki óþekkur, ástu mín. Orðin ógeðslega svöng. Klukkan er sko að verða 5 og ég er bara búin að borða þennan litla búst í dag og 2 kaffi. Við fengum geggjað veður þegar við vorum úti en nú er byrjað að rigna. Ég ætla að sjá hvort að Ólíu geti föndrað eitthvað á laufblöðinu og svo er ég að fara að föndra úr leirnum sem ég keypti. Ég sá svo cute á TikTok, ég er svo spennt að sýna ykkur. Klukkan er 8 og Ólíu er svona að sofna. Ég fór inn með hann 7:30. Hann var ekki að ná, að festa svefninn. Þannig að ég er búin að setja hjá hann í hálftíma. Ég er svo stolt af honum. Hann er á degi 3 að hætta með snuð. Hefur sko bara verið að nota snuðið á nóttinni, bara í mjög langan tíma. Nema ef hann, finnur það einhverstaðar á daginn, þá setur hann upp sig og vill hafa það. Við ákveðum bara svona að gera tilraun og svæfa hann án snuðsins fyrir þá 3 kvöldum. Og það bara virkaði. Hann bara svaf alla nóttina, ekkert ves, vaknaði bara 11 tíma. Þannig að við prófum það aftur næsta dag. Þá bað hann reyndar snuði þegar hann var að sofa en hlustaði hann á mig þegar ég sagði hann þyrfti þess ekki, sofnaði, svaf vel og svo kvöld bara aftur, þannig að hann er basically bara hættur með snuð sem að ég er smá sjokki hvað er búið að ganga þá vel. Hann er bara bestur og hann er sofnaður. Við gerðum smá föndur en ég teiknaði þess bara svona trefót og gerði svo bara lím og leyfði honum að raða það sem hann vildi og hjálpa honum að festa það. Líka hér, hún fannst þetta sko ógeðslega gaman að svona velja hvar laufblöðin ætti að fara. Og svo hérna leyfði ég honum bara að mála með haustlitum og hann fekk að ráða hvar allt þetta fór. Þannig að þetta er föndrið okkar úr laufblöðunum. Blessaður. Já, ég gerði sko engan kvöldmat út af því að ég var bara ógeðslega þreytt. Mér langaði að taka bara smá chill eftir að koma úr Smáralindinni. Þannig að ég gaf Ólíu bara að borða og Brynjar keypti sér mat í vinnunni og ég á eftir að fá mig kvöldmat. Ég er ekki með list. Ég fæ mér örugglega bara eitthvað snarl. Þetta byrja mat. Ég langar að taka kvöldþrifin og koma mér í svona cozy gír. Svo langar mér að fara aðeins yfir svona, nú eru 2 vikur búnar af september og 2 eftir. Þannig langar að taka smá svona status check með ykkur þegar ég er búin að ganga frá.
Ég búin að vera að fá mér kaffi úr Nespresso-vélinni en ég farin að sakna Neskaffi duftsins, þannig ég ætla að búa til brown sugar cinnamon kaffi fyrir næstu daga og hafa í krukkunni í skáp. Over you, but I put my pride to the side. I put my never stop. Had to take a turn and turn it into something that's new. Say you miss me, wasn't missing is a cock in the queue. Wait and see, cause it's something new and improved. Yeah, yeah. Keep checking these chickens. Yeah, and I go speed racing for the record. Yeah, and I achieve greatness. Ok, íbúðin orðin hrein. IKEA haustkertið, elskir þessa lykt. Þetta samt basically sama á jólalyktin. Íþróttaföt fyrir morgundaginn, sturtudót, maski og ískalt vatn. Ég er með bókina sem ég keypti í seinasta vloggi. Ég er búin að vera að nota hana alla daga sem ég keypti hana, sem eru 5 dagar held ég. Þannig núna ætla ég að skrifa upp morgundaginn, það var 15.16. Skrifa upp morgundaginn, mér spyrir svo þægilegt. Ég skrifa morgundaginn upp og svo hef ég það á eldhúsbekknum, þannig þegar ég vakna þá kíki ég strax á það og svo ég með hana í töskunni minni yfir daginn. Morgun ætla ég að fara á æfingu. Ég er sko hættulega orðin háð Pilates. Mér bara langar ángurs í Pilates alla daga. Búin að gera æfingaplan fyrir næstu svona 4 vikur og þá ég yfirleitt að fara svona 2 til 3 í Pilates, 2 leg days og síðan reyna að koma einum bakdegi inn. Mér finnst ég ekki þurfa að æfa hendur og axlir þegar ég í Pilates og heitum tímum af því að það tekur svo ógeðslega mikið á. Ég er meira að fókusa á að lyfta þungt neðri líkama og taka þungar bakæfingar þegar ég ekki í tímum. Sjá, á morgun ætla ég að vakna klukkan 7 og ég ætla að fara á leg day á morgun. En ég var að renna yfir markmiðin mín áðan. Ég er þannig sé ekkert búin að vera eitthvað svona með þau í hausnum en ég samt einhvern veginn að fylgja þeim af því þetta bara svona, ég veit bara hvað ég vil gera. Eins og ég sagði ykkur í september reset myndbandinu mínu, þá voru markmiðin mín til dæmis að æfa mikið, Ég næ alltaf að æfa mikið, það er bara í rútínunum minni allt árið. Borðaði calorie deficit, ég að ná því, ég eiginlega, ég þarf að borða meira eiginlega. Ég búin að vera svolítið léleg með litla matarlist seinustu daga. Lesa, ég að fullu að lesa. Hætta í símanum klukkan 10. Þegar þú gerir annars stillinguna að læsast klukkan 10 samfélagsmiðladaginir, þá getur þú gert eitthvað svona 15 minutes more og ég er svolítið búin að rýta það aftur og aftur. Það fer svolítið eftir hvort að Ólafur sé inn í okkur eða sínu herbyggi. Hann er búin að vera mjög duglegur að leyfa mér að svæfa sig í sínu herbyggi, en sum kvöld sofnar hann í okkar herbyggi og þá get ég ekki lesið nema ég sé frammi og stundum langar mig bara að vera upp í rúmi og þá fer ég í símann í staðinn. En hann er í herberginu sínu í kvöld, þannig að ég ætla að lesa í kvöld. Svo man ég að eitt markmið var að spara, gera kvöldmatseðla og fara í búð og bara kaupa það, þannig ég sé ekki endalaust í búðum. Það er búið að ganga mjög vel, ég er búin að gera matseðl alltaf á sunnudum. Ég reyndi að gera hann í dag mánudag og því að tækla sér límur svo sé sundar í dag að því Ólafur var heima. Mér sé ég búin að spara svo mikið í búðinni núna í september. Markmiðin mín eru hér, ég man ekki alveg hvort það var eitthvað meira örugglega, en ég er alltaf búin að vera að fylgja markmiðunum mjög vel og ég er bara mjög ánægð með september og mér bara ég finn að mér líður ógeðslega vel andlega. Ég bara einhvern veginn, ég veit ekki, það er bara svona gætt mikill friður einhvern veginn inn í mér og í kringum mig. Ég er búin að vera ógeðslega svona hamingjusöm og bara svona, já. Mér finnst svo gaman að vera í svona mikilli rútínu og mér finnst svo gaman að vera duglega að æfa og bara, já, þetta er mitt season. Ég fekk líka skilaboð þetta frá vinum mínum að hann hugsaði til mín á haustina því hann veit að það er mitt season. For you page-ið mitt á TikTok, ég er búin að ná að klensa það svo vel. Þú getur stilt svona bannorð, svona hashtag sem þú vilt ekki sjá og ég er búin að vera að setja bara allt svona ógeðsleg orð, svona kidnapping, death, eitthvað svona crime. Svo ég er búin að banna þau orð og alltaf þegar ég fæ einhver svona fréttasíður sem eru, eða einhver svona TikTok sem eru að sína einhver svona ógeðsleg vídeó, þá blokka ég og hæta á eitthvað svona. Eina sem ég fæ núna er bara eitthvað jákvætt og skemmtilegt og aesthetic og ég er búin að vera að fá ógeðslega mikið af jólavídeóm núna af því að ég hitti vinkonu mína niður í bæ á laugardaginn og við tókum svona laugarvegsur allt og kíktum inn í jólabúðina og ég er búin að vera með bara jóla, spenning sem 2 daga. Ekki eitthvað jóla-TikTok á For You page mitt og ég skoðaði öll
Þannig ég er að fá meira og meira og meira. Þannig ég er að fá ógeðslega mikið bara jóla, haust, gym, matar, hugmyndir. Ég er að fá bara ógeðslega skemmtileg TikTok og ég er að elska það og ég bara er svo mikið að reyna bara lifa friðsælu lífi núna. Ekki vera eitthvað stressa og eitthvað, ég veit ekki. Mér langar bara að vera jákvæð og njóta. Ég var að horfa á bíómynd. Ég er líka búin að vera að fá TikTok bara og þegar ég sá eitt sem var eitthvað svona uppáhalds haustmyndirnar mínar og þá var svona hugmyndalisti af svona haustlegum bíómyndum. Þannig ég er búin að vera að fá bara endalist í kvöld bara bíómyndir og þætti sem er svona haustþema í. Þannig ég er að horfa á einhverja af þeim. Uppáhaldsmyndi mín í heiminum er sko LOL, sem örugglega enginn hérna veit hver er, jú, örugglega einhverjar. Og þetta er svo mikil haustmynd og ég er að pæla, ég held hún sé á YouTube í smá lélegum gæðum en ég er að pæla að setja hana á og horfa á hana. Ég ætla að spara hérna leirdóti þangað til í næsta vloggi. En já, takk fyrir að horfa. Vá, ég er ógeðslega fín, ég er með súkkulaðimaska framan í mér sko. Það er svona súkkulaðilykt á honum sem er örugglega ekki gott en aesthetics. Við sjáumst fyrir næsta vídeói. Vonandi fannst ykkur gaman að fá. Mér finnst alveg fínt að posta svona styttir logum inn á milli. Þannig að við sjáumst fyrir næsta vídeói. Ok, bye!